En núna þegar við höfum skoðað hvernig þessi HTTP virkar aðeins og hvernig virkar með Express, þá getum við farið að búa til í raun einhver viðmót í HTML-in okkar á framendunum okkar sem að senda einhver gögn yfir á bakendan þar sem við getum síðan brugðist við og gert eitthvað við þau. Og þá þurfum við að fara að heimsækja aftur gamlan veginn sem eru form-elementið. Þarna er raun mappast þetta milli að tvennu leyti í gegnum HTML. Við getum skilgreint hvort við ætlum að nota framkvæma get eða post þegar við búum til form element með því að skilgreina method attribute sem annað hvort get eða post. Og þá er framkvæmir það bara HTTP request sem er annað hvort get eða post. Ef við segjum get, þá munum við afverðin taka öll gögnin úr formin okkar. Þannig að við erum með form input, type, text, name, foo og einhver skrifa bar inn í það, lítir á send eða submit forminu. Þá munum gögnin færast yfir svona í query-strengnum. Þannig að þá þurfum við á servernum að taka þau einhvern veginn úr query-strengnum og gera eitthvað við þau. Ef við hins vegar gerum method post, þá eru þessi gögn send sem gögn í request bodyinu. Það sem var hérna í request gerum við með headera, tómalínu og hugsanlega gögn og þá erum við að setja gögnum þar á þeim tímapunkti. Þegar við erum með form og notum method get, þá er það yfirleitt eitthvað sem við viljum í raun, það sækir eitthvað ákveðið. Annarkvort erum við erum kannski oft, svona besta dæmið við erum með leitaglugga, ég skrifa eitthvað í leitagluggan og íta enter, leitað einhverju og þá vil ég ekki posta því á það þegar ég er ekki að reyna að búa til nýja leit. Ég er að framkvæma leit í einhverju sem er til og þá fæ ég gögnin hérna, ég fæ kannski search, jæmt og eitthvað, bar, ég er að leita bar og það leitar einhverju gagnagrunni eða einhverju fæslum að fæslum sem minni þetta bar og skila mér þeim. Á meðan að post erum við að búa eitthvað til. Þannig að það er hérna ég ætla að búa til nýtt komment á einhverja grein sem ég fann í gegnum leitina að foo, jæmt og bar. Og þá posta ég þessari einingu. Og það þegar ég er að búa til eitthvað nýtt. Þannig að ef ég myndi framkvæma aftur post, þá myndi eitthvað annað nýtt verða til. Þannig að þegar kannski lendi ég að nota eitthvað svona kerfi, skrifa eitthvað form, ítti á enter, ég prófi ítta aftur á enter. Ó nei, það eru til tveir hlutir. Út af því að þá er postið framkvæmt tvisvar og í bæði skiptin var búin til einhver eining. Ef við setjum upp bara svona einfalt form sem inniheldur eitt input sem er með type text og það hefur eitthvað name hérna. Þannig að þarna erum við að fara að nota name sem kannski var svolítið óljóst þegar við erum að skoða í framöndanum hvað name gerði. Þá er þetta nafnið á þessari breytu þegar hún kemur yfir á serverin. Þá er með serverin geta vísað í data, já ok, það er það sem við verðum að biðja þegar það var getað hérna á get og ég get unnið eitthvað með það. Þannig að þá get ég á bakendanum mínum búið til ráð sem tekur við þessu. Við erum hérna að segja method get á /get. Þannig að þá segjum við hérna get á /get og þá hjálpar Express okkur hérna með því að segja það tekur úr requestinu og passar fyrir okkur query-strengin og þá get ég kallað í hérna data sem er þá þetta sem ég skrifaði í hérna reit hérna sem var data. Síðan höfum við post en þar flækjast málun aðeins af því að þarna erum við aftur við erum að posta þessu gögnum, við erum að bæta þeim í requesti sem einhverjum hlut þarna aftast neðst í requestið okkar og það er í raun trýta sem straumur af því að post er ekki bara alltaf eitthvað, ég skrif eitthvað nafn og eitthvað, þetta er ofta að posta stórum skjölum. Þannig ef ég posta stórum skjölum þá í raun vill ég aftur geta nýtt þetta sem við vorum að skoða í semstu tíma að ég get byrjað að vinna úr skránni. Ég vil ekki að serverin þurfa að taka við allir skránni á þess að áður en þetta er gert. Ég get streymt inn á serverin og serverin getur þá unnið úr henni í jafnóðum eða gert eitthvað við hana, seifa hana í jafnóðum eða gert eitthvað. Þannig að þá koma postgögn sem straumur. Og rec er event emitter sem þýðir þá að við getum bundið hérna rec on eitthvað til þess að sækja gögnin úr straumnum. Og sem þýðir þá að hérna ætla ég að vera með eitthvað reit sem að postar, hérna er þetta að fara á /post. En nú ætla ég að posta einhverju, ég er aftur bara með eitthvað input type text, hérna foo og þá flækist þetta svona. Ég þarf að bæta við hérna middleware sem tekur við requestinu sem er að koma og það geymir hérna einhver chunks
þegar það er verið að svo lengi sem er hægt að lesa á straumnum þá emittar straumurinn frá sér data event og data eventin inniheldur eitthvað chunk. Ég bæti þessum chunks hérna í eitthvað fylki. Svo þegar þetta er búið þá fæ ég end eventin og þá tökum við þessi chunks sem er búið að vista hérna í þessu fylki, joinum þeim saman í einhvern streng, festum á requestið, þannig að þannig erum við að breyta requestinu, við erum að búa til eitthvað sem heitir request.body og köllum í næsta middleware. Og þá er næsta middleware hér og þá er það getur nálgast þessi gögn sem að middlewareið hér var búin að búa til og matriða fyrir okkur. Þannig þess vegna getum við kallað hérna í rec.body. Ef að við hins vegar væri með form með method post og myndum posta, hefðum ekki annarkvort einhverja svona virkni eða eitthvað middleware sem við sækjum og skoðum eftir, þá verður bara rec.body undefined og við getum ekki gert við það. Þannig að við þurfum það þarf alltaf einhver matriðsla að eiga sér stað þarna sem tekur hennan straum af postgögnum og gerir hann aðgengilegan í requestinu. Já, það er ósamræmi hérna milli, hérna átti að vera /post og þá fer þetta hérna. Þannig að hérna eru ekki lengur með get, hérna eru með post og slóðin post. Og ef við skoðum dæmi þetta, sjá. Þannig hérna búum við til bara þetta form, það get og get, það sækir hérna rec query data, þannig við getum gert hérna console log rec query og gerum líka rec body og opna þetta, fáum hérna eitthvað, sendum eitthvað, hérna eru gögnum sem við sendum og þau eru sett hérna í query-strenginu uppi og ef við skoðum hvað kemur út hjá sörnum, þannig að við console logum út rec query. Rec query er alltaf til, þannig að það er data þetta og síðan undefined. En það þýðir líka að ég get farið hérna núna og ég get sagt hérna og eitthvað annað er eitthvað annað, submitta því og þá fæ ég hérna þetta sem ég submittaði gegnum formið og þetta sem ég bætti við sjálfur í query-strengin. Þannig að hann er query-strengurinn, hann er svona ef við viljum að eitthvað sé aðgengilegt og ég geti tekið það, ég geti kopierað urlið og ég geti sendt það áfram, hei, sjáðu hvað ég fann, er þetta ekki næs? Sendt það áfram á einhvern og ef að sá opnar þann link og sé nákvæmlega það sama, þá viljum við nota query-streng eða einhvern veginn búa til urlið. En ef það allir var til í gegnum post, ég leitaði einhvern gegnum post, ég fann eitthvað og ég kopierað urlið og ég sendi og einhver segir, hei, ég sé ekki neitt, þá er út af því að það er eitthvað mismatch á milli þess hvernig urlið var til og hvað það vísaði á og hvernig það var til. Þannig að url er svona, ég er búinn að finna eitthvað, ég er búinn að finna eitthvað ákveði, ég er búinn að finna einhverja feislu, ég er búinn að finna einhvern fyrirlestur, eitthvað. Þetta er slóðin á það, þetta er hvar ég finn það á internetinu. Þannig að þá getum við sendt url á milli. Og það er krafturinn í urlum. Það er til dæmis að geta verið í einhverju appi, þar sem þú ert með eitthvað, ég er með einhvern skjá, búinn að reka mig í gegnum eitthvað app og finna einhvern hlut og ég vil sér nákvæmlega þessum hlut til einhvers. Og ég hef ekkert url fyrir hann, af því að upp hafa natively ekki neitt sem heitir url, þannig að þá er ég bara annarkvort að nota eitthvað sharing virkni eða eitthvað þess, sem sé að nota svona deep linking sem að er í raun nýtir nákvæmlega einn struktúr og er á urlum til þess að búa til leiðir til þess að senda einhvern ákveðin stað, ekki í rúmi, eða í digital rúmi og tíma á einhvern annan. Þannig að url. Og síðan ef við skoðum hvernig postið er, þá erum við hérna að nota sem sagt post bara án þess að skilgreina neitt þetta ends-type sem við skoðum eftir. Þannig hérna erum við með eitthvað sem heitir text sem er með name data og eitthvað file sem er með name foo. Þannig þetta eru þessar mismunandi gerðir af type fyrir input. Þannig við höfum í raun text og e-mail og search og number og eitthvað svona alls konar gerðir. Svo höfum við file sem er sérstakt. Að því leiti að það býður okkur að opna einhverja skrá. Þannig að ef við opnum þetta núna hérna á
hérna, þá fáum við eftir bara eitthvað rate, gera eitthvað hérna, og svo get ég gert eitthvað choose file, og núna býðir það eitthvað hérna, ég ætla að velja þetta hérna, og ég gerir senda, en nú gerðist í raun ekkert, ég sendi ekki þetta stóra skjal, út af því að það var ekki sagt í forminu að þetta ætti að í raun að senda skjalið sjálft. Það ætti bara að senda þetta sem ég sendi, og þá fæ ég hérna data, þetta, ampersand, og hérna, nafnið á skjölunum sem ég valdi. Og þetta í raun út af því að when a form is submitted, the data in a form is converted into the structure specified by the ENS type and then sent to the destination specified by the action using the given method. Þannig að þá vantað hérna ENS type hjá mér sem encoding type sem segir á hvernig formi á að encóða gögnin í forminu. Sjálfgefna gildið application /x form URL encoded sem þýðir í raun að öll gögnin eru URL encoded. Þau eru encoded eins og querystrengurinn encodaður. Með heitinu, jafndómerki gildinu og svo ampersand á milli og allur strengurinn encodaður þannig að O verður %C3, %B3. Og þetta gerist þá fyrir öll þessi input sem eru skilgreind í forminu okkar og þetta fer svona á milli. Sem þýðir þá að þetta það sem kom hérna út af því að þetta sjálfgefna hegðunin að senda þetta svona á milli. Síðan getum við sagt aðra típu, við getum sagt text plain, bara ekki URL encode þetta neitt, ekki breyta íslensku stöðum neitt, heldur setja bara í plain text eða text plain. Þá fáum við bara lykilinn, jafndómerki og valueið með new line á milli reita. Þannig að við breytum þá formin okkar og segjum hérna skilgreinum sérstaklega ENS type, text plain. Höfum sömu gögn hérna áður, eitthvað, íslensku stöðum, eitthvað skjal, senda. Þá fæ ég núna hérna bara data, Óli, foo, F3, rate, mov og ef við skoðum í raun hvernig þá gögnin voru send þá voru þau send hérna sjá, fyrir mig nei, ég get ekki þá þessi payloadu hérna og þá voru þau formatuð svona af brásættum áður fóru þannig það var bara tekið data sem nafnið á reitnum, jafnframerki, gögnin sem ég sló inn í hann, foo, jafnframerki, gögnin sem ég valdi, sem í raun þetta skjal. Það var ekkert verið að segja neitt sérstaklega að taktu þetta skjal og uploada það í síðan eitthvað. En til þess að gera það, þá notum við þessa þriðju tegund sem multipart form data. Og þá í raun fara þessi gögn að streyma og þá í raun lesið upp úr öllum gögnum sem eru í input type file og þeim streymt yfir með öllum öðrum gögnum sem eru skilgreind í forminu. Og þá fara hlutirnir að verða aðeins áhugaverðari. Þannig að ef við skilgreinum það encoding type, þá það bara aftur, við breytum bara þessu hérna yfir í multipart form data, höfum allt annað eins. Núna ætla ég ekki að velja svona stórt skjal. Þannig ég skrifa hérna Óli. Ég vil eitthvað hérna búið til nýtt nei, ups búið til eitthvað svona smita desktopnum svona og veljum það hérna og submitum þannig núna verður allt fáið bara eitthvað fullt, eitthvað gommu eða einhverju dóti sko. Og þá það aftur hverju kemur þetta ekki hérna allavega skoðum þetta hérna þannig þetta eru gögnin sem við fáum frá vafranum við fáum eitthvað webkit, form, boundary einhver random strengur content disposition, form data, name data þannig að þarna verður að nota content disposition headerinn sem við sáum áðan í öðru konteksti. Hérna hann í raun ekki þetta attachment, þetta er form data með name data. Þannig
Þannig að þá í raun fíldið sem ég kallaði data, það með þessu hér. Þannig að það kemur ein tóm lína, svo koma gögnin. Síðan kemur það fyrir form data, name foo, file name, test.txt. Þannig að þetta í raun skjalið sem ég var með. Og þannig kemur þá content type, text plain. Þannig að þá fæ ég það og svo fæ ég í raun gögnin úr skjalinu. Þannig að þarna var ég actually að taka skjalið og senda það yfir. Ok, ef við núna sem sagt gerum þetta hérna og við veljum eitthvað stærra. Þetta svona, kvittun hérna. Og þá tekur þetta aðeins lengri tíma og svo fæ ég bara, púf, binary gögnin fyrir PDF-skjalið. Þannig að þarna þessu streymt yfir og það ennþá að streyma hérna yfir og það ennþá verið að skrifa þetta bara út sem eitthvað random gibberish hérna þegar binary ekki sem við erum að byrta svona. Og þarna gæti ég þá tekið þennan straum og ég gæti geymt hann í minni og vista hans inn í einhverju skjali sem ég ætla að taka við, bara upplota, ég ætla bara að bjóða okkur hérna að upplota skjölinn til mín og ég ætla að geyma það einhvers staðar og gera eitthvað við þau. Eða ég gæti gert bara eitthvað annað við þau. Ég gæti verið að upplota þarna marg gigabæta skjali sem ég hægt og rólega unnið eitthvað úr leið að vera að upplota. Þetta gera alls konar með þessu. Þannig erum við alltaf að koma með það hvernig við getum lesið þetta. En þú veist, að fara að parsa þetta hérna og vita hérna er eitthvað svona form, ok, það er bara þannig. Það er eitthvað boundary, það er búið til eitthvað boundary samkvæmt spec sem segir til þú ert að búa til svona mörg hérna bandstrik, svo kemur eitthvað texti og hann á að vera boundary á milli allra skjala eða allra hluta sem sendir svona upp og við ætlum ekki að fara að parsa þetta. Þetta er bara eitthvað svona spec work og þetta er of flókið. En áður við skoðum í raun hvað við getum notað til að hjálpa þetta, þá getum við skoðað hvað við getum notað til þess að í raun parsa þetta án þess að fá þessi skjöl. Þá höfum við body parser middleware sem við sáum hann áðan í listanum og hann sem sagt frá með Express 4.16 URL encoded body parserinn fylgir með sem leyfir okkur að vinna með þessi application XOH form URL encoded gögn. En þá þurfum við ekki að vera að vinna úr þessum streng, heldur fáum við bara eitthvað hlut svona næst tilbaka. Við þurfum ekki að vera að vinna úr þessum straum heldur hérna, þannig að þá getum við í raun losnað við þetta og nota bara eitthvað middleware sem sér þetta fyrir okkur. Og við segjum sem sagt eins og þegar við vorum að nota þarna compression eða eitthvað annað, við segjum bara app use express.url-encoded extended true, við bara að nota extended útgáfu af því hvernig urlin eru geymt. Og þá fáum við ekki lengur þetta rec body með því að vera eitthvað að möndla með það sjálf, heldur fáum við það bara beint yfir í þetta rec body. Og svo getum við líka, sem við fyrir að nota þegar við vinnum með JSON, þá getum við náðu svona JSON middleware, eða svona body parser, sem að það tekur JSON hlut úr sem við postaði á okkur og veitir okkur aðgang á honum í rátin okkar og hann fylgir líka með Express. Ok, þannig að þá getum við skoðað það hérna. Þannig að þá losaði ég mig við allan þetta app use sem ég var að vinna með strauminn sjálfan og í staðinn segi ég bara þetta hérna. Nota þennan middleware hérna áður en að ég fer að vinna með gögnin af því að ég get ekki, hann gerir ekki gagn ef hann kemur á eftir þessu hér af því að requestið okkar fer í gegnum appið í skilgreindir röð á middlewareum. Þannig að til þess að geta unnið úr body þá þarf að gera það áður en að við viljum að vinna eitthvað upp úr því. Og þá fáum við þetta rec body sett af þessu hérna middleware. Þannig að við kennum þetta. Og þá höfum við aftur hérna einhver gögn. Gerum eitthvað, Óli, test. Og þá fáum við núna ekki gögnin lengur sem einhvern svona streng, heldur fáum við bara sem JavaScript object. Ég setja JSON stringify hérna. Þannig að þetta er í raun bara við fáum þetta beint sem einhvern object sem við getum strax byrjað að vinna með sem gögn. En ef að ég gleymi þessu og posta núna aftur hérna, þá fæ ég bara undefined. Þá er rec body undefined. Þegar rec body, alveg eins og ég straumavesinni sem voru með áðan, er skilgreint af þessum middleware hérna sem tekur við requestinu og matriðir þetta yfir í body hlutin fyrir okkur.
Þannig það þarf alltaf að verða eitthvað svoleiðis. Það þarf alltaf einhver að sjá það fyrir okkur til þess að við getum nálgast gögn. Og síðan með JSON, þá segjum við app use express.json, sem því þá ef það postað okkur JSON-gögnum, þá mun þetta middleware matriða JSON-gögnin yfir í rec.body fyrir okkur. Og við getum prófað það með curl, þannig þá getum við gert hérna. Þá segjum við hérna aftur _h, segjum content típan á því sem ég að senda á þig application JSON. Síðan koma hérna _d, gögnin fylgja. Þau eru hérna bara sem JSON gögn og við postum þessu út af því að við skilgreinum hérna _d, þá verður sjálfkrafa notað post yfir á localhost á posti 3000. Þannig þá kemur hérna postgögn foobar sem þá hérna þetta. Og ef ég núna ger einhver mistök, ég sendi bara ógilt, það vantar hérna curly bracket, þetta eru ógilt JSON-gögn hérna, ég posta þessu yfir, þá fæ ég bara einhverja villu. Þá fæ ég ekki villu hérna á serverinu mínum sem segir til hvað gerðist, og svo fæ ég villu, sjálfgefnu villu síðan hérna frá Express, sem hérna unexpected end of JSON input. Þannig að þarna þarf að bregðast eitthvað við, af því að ef að notandi sendir vitlaust JSON, þá það ekki á okkur komið, þá þarf að segja notandanum það. Ok, síðan ef við ætlum að taka við skrám og ætlum að gera eitthvað við skránar, við viljum fá þetta binary dót og út úr þessu boundaries dótið þarna allu, við viljum gera eitthvað með það, þá þurfum við aðeins að grípa til stærri tóla. Af því að body parser og middlewarein sem koma frá Express styðja það ekki. Það hérna does not handle multi-part bodies, það sem nota svona boundaries, due to their complex and typically large nature. Þannig að þetta bara eitthvað, skulum bara halda okkur einföldi hérna í Express, þið nota bara eitthvað annað hérna middleware fyrir það. Og þau eru nokkur, eitt heitir Busboy, annað heitir eitthvað, man ekki, en sem að nota Multer, sem að vinnur úr þessu fyrir okkur og gerir þetta aðgengilegt í rec.body, alveg eins og hinn tvö middleware sem við erum búin að skoða, og gerir þá skrárnar líka aðgengilegar en ekki í rec.body, heldur í svona öðrum hérna hlut. Og almennt viljum við ekki bjóða eitthvað bara almennt bara eitthvað, herru, postaðu bara skrám á hvað sem og ég tek við þeim, af því að bæði þýðir það að það opnar okkur fyrir hugsanlega árásum og það þarf ekki að athuga hvort að skrár séu í hverju einasta requesti sem kemur inn, heldur bara þeim requestum sem við vitum og viljum taka við skrám. Þannig þá setjum við middleware á rátið okkar, og það getur verið multer single ef við ætlum að taka við einu skjali, array ef við ætlum að taka við mörgum skjölum, eða fields ef við viljum skilgreinda enn frekar, við viljum skilgreinda nákvæmlega hvað við ætlum að sækja, sem svona custom útgáfan. En við ætlum að nota bara single og array, og það setur sér skrárnar í rec files en allt annað úr postinu yfir í rec.body. Þannig að þá erum við hérna komið með postu við eitthvað og núna í staðinn fyrir það að setja í raun setja þetta sem eitthvað sem middleware á allt appið okkar, þá setjum við það bara nákvæmlega þetta rát. Þannig að bara þetta rát fær núna þetta middleware. Þetta þetta að geta púslað þessu saman sem middlewareum, að við getum skilgreint fyrir allt appið, fyrir eitt rát, fyrir hóp af rátum og svo framvegis. Og síðan tökum við þessu og þá fáum við hérna tilbaka rec files sem verða þá skrárnar. Já. Þannig að þá erum við hérna með multer sem að tekur inn skrá og þá erum við með hérna single sem þá ein skrá, en síðan ef við myndum vilja bjóða að fá að upplota mörgum skrám, mörgum myndum eða eitthvað, þá getum við sett með sama name, þá kemur bara öll þessi saman og þá verður það passað saman af multer yfir í raun fylki af skrám. Þannig að þá núna hérna ég með einhverja stakaskrá, ég vel hana og sendi. Þá fæ ég hérna innihald, text
test.txt af gerð text plain er test og þá ef við skoðum hvernig þetta kemur út hérna þá fáum við úr fæl fáum við hlut þar sem við erum með einhvern lykil sem heitir original name sem er þá nafnið á skránni sem við erum að upplota, mime type sem er típan og svo buffer sem er innihaldið í skjalinu. Þannig að þannig erum við komin með buffer sem við skoðum í senstu tíma og það er í raun þessi gögn, þau getur verið binary gögn og þá getur við í raun athugað, fekk ég application JPEG, þetta er mynd, ég get ekki gert toString UTF-8 af því það eru binary gögn, þetta þarf ég að vinna úr þessum binary hluti einhvern veginn, vistan sem .jpg skjal á einhvers þar disk eða eitthvað svoleiðis. Og svo ef við fáum many, þá fáum við í raun bara alveg eins, nema við fáum fylki í recfiles. Þannig að þá getum við gert eitthvað hérna, mappaði yfir þetta og þá segir þetta okkur hvaða skjöl við fengum. 2 skrár með skrárum test.txt, vefvelun svg, típum text plain og image svg xml. Svo eru í raun gögnin hana, en ég er bara ekki að gera neitt við ekki byrstuðið mitt slags. Ok, þannig erum við búin að sjá þessa leiðir sem við getum notað til þess að sækja í raun bara allar gerðir af gögnum úr formum. Þetta er það sem við þurfum til þess. Nú getum við fara að vinna bara með öll þau form sem eru búin til. En þegar við fyrir að vinna með þau, þá þurfum við að hafa tvennt í huga. Að það er frekar mikil handavinna að taka við þessum gögnum úr forminu og passa upp á allt sé rétt og satt og líti rétt út og svona. Og við verðum alltaf að staðfesta að gögnin séu gild af bakendanum. Þannig að þó að ég hafi eitthvað input á framöndanum sem segir, heyrðu, hérna er nafn, þú verður að gefa það upp, mátti ekki komast áfram og gefa það upp. Ég set bara input required og ég er búinn. En það er ekki nóg, að þegar við getum auðveldlega bara búið til request með curl eða einhverjum öðrum tólum eða farið í DevTools og fjarlægt required í burtu og posta þessu með einhvern veginn öðrum gögnum en við vildum. Þú ættir að vera með kennitölu á þessu hérna formi en ég bara skrifa eitthvað bull í staðinn. Og þannig við getum ekki treyst þessu sem kemur frá framöndanum út af því að það er alltaf hægt að eiga einhvern veginn við það. Þannig við þurfum að passa upp á þessi gögn séu hrein, við þurfum einhvern veginn að keyra þau gegnum svona eitthvað sem hreinsar þau. Og þess vegna er þetta sem við skoðum í næsta tíma með öryggi að besta mindseti til þess að hafa þegar maður skrifa hugbúnað sem tekur við einhverju, bara einhverju, þó ég geti sendið bara 1 bita, true eða false, alltaf að túlka það sem bara eitthvað dirty, þannig til ég er búin að staðfesta og hreinsa það og þá get ég farið að keyra það, vista einhvers staðar að gera eitthvað. Þannig að við viljum í raun sanitæsa allt input hjá okkur. Og síðan er hitt í raun að þegar við erum búin að sanitæsa, eða við getum gert það áður, þá viljum við validate eitthvað að þetta sé í raun líti út og sé eins og það eigi að vera. Nafn, það verður að gefa þér nafn, þú gafst ekki nafn, það er vitleysa, vinsamlega skeiðið með nafn áður en heldur áfram. Og síðan nafnið þitt innihald eitthvað sem að ég vill ekki að þú sendir til mín, það innihaldir einhverja control karaktera eða of mikið af white space eða eitthvað, þá get ég hreinsað þau, þannig að gögnin séu eins hrein og ég get hreinsað þau áður en ég geymi þau í gagnagrunni eða eitthvað. Og þá er til pakki, auðvitað, sem heitir validator, sem getur bæði validatað og sanitæsað strengi. Og síðan middleware lag ofan á þetta sem heitir express validator, sem leyfir okkur að sækja og vinna með þetta í gegnum middleware. Þannig að þá get ég sótt þennan express validator og validator hérna opna það. Og þá get ég sagt, þegar að vera að posta gögnum á data og það inniheldur eitthvað e-mail og ég vil í raun passa upp á að e-mailið mitt sé að minnstakosti af lengd 1 og ef það klikkar þá ætla ég að segja hérna skilabúðin netfang má ekki vera tómt og síðan vil ég líka að e-mail sé e-mail og ef það klikkar þá vil ég segja að netfang lítur ekki rétt út. Og þá ef að í raun þetta klikkar þá mun þetta check middleware hérna bæta við request hlutin upplýsingum hvort þetta gekk eða ekki, þetta validation. Og síðan er í raun fyrir þessi validation, þau eru hérna, þá er þetta alveg gomma af einhverjum hérna, is ASCII, is base64, is boolean, is byte length, is credit card, alls konar föll sem við getum notað til þess að staðfesta að eitthvað sé rétt. Þannig ef við skoðum hérna,
skoðum fyrst hvernig myndi þetta líta út ef við ætlum bara svona sjálfa að fara að smíða eitthvað eigin svona validation. Þá getum við verið hérna, það er eitthvað form sem tekum við nafni, netfangi og kennitölu. Hérna er einhverjar kröfur á þessu og síðan er ég með þetta post hérna og þá bara byrja ég. Já, ef name er tómistrengurinn, þá þarf ég eitthvað errors, nafn má ekki vera tómt. If email eitthvað, það má ekki vera tómt og það verður að innihalda að minnstu kosti @merki. Það er mitt svona heuristic fyrir því hvort að þetta sé netfang eða ekki. Og svo kennitala, já ok, ég er með eitthvað regex hérna sem lætur bara, það er ekki hvort það sé gild kennitala, en hvort þetta líti út eins og kennitala. Og ef að það eru villur, þá sendi ég eitthvað svona einhver villur skilabóð hérna. Annars segi ég hérna eitthvað skráning móttekinn, þetta eru gögnin sem það senda mér. Þannig að þá erum við komið með hérna alveg svona svolítið af dóti. Og svo sendum við þetta hérna núna og ef að mér myndi ekki líka við að það verið beðið mig þetta hérna, þá get ég bara farið hér og sagt bara hent þessu og sama hér. Svona og hérna eitthvað. Og þá núna, ef ég var ekki að valda þetta á servernum, þá myndi þetta bara hafa verið góð og gild færsla sem hafa verið sendin. Þannig að þess vegna verðum við alltaf að sannreyna á servernum. Við getum gert það til þæginda fyrir notandann að bendunum á hérna, hei, þú veist, við erum að fara að skamma þig ef þú fyllir þetta ekki út. Þá er bara fínt að nota required, en það er ekki nægjanlegt. En nú sendi ég þetta og þetta tókst. En svo get ég líka bara eitthvað, og þá allt í einu sendi ég bara inn einhvern HTML hérna og það er bara allt farið í eitthvað steik. Af því að ég tók bara eitthvað HTML og ég setti hérna. Þetta lítur ekki vel út. Þannig að hérna er ég komið með eitthvað svona dirty gögn. Eða þau getur verið bara, nafnið mitt er Bill, Óli. Og þá er hérna kollapsa öll bilin, en þau eru hérna alveg öll bilin. Þetta er einhver litur svona óhreint sem er að fara hérna yfir. Og þá getum við fengið fram í raun sama intent, þetta hérna, nema á aðeins nyrstilegri máta að við færum þetta út úr gagnavinnslunni okkar yfir í eitthvað svona validation middleware. Þannig þá í raun aðskilum við hérna að validata það sem er komin í rétt og hérna þurfum við í raun alltaf samt að athuga validation result er fall sem kemur hérna frá Express Validator Check. Þá þurfum við að athuga, var þetta í lagi? Voru villur? Já, ok, við þurfum að birta villurnar, en annars get ég unnið með gögnin. Þannig að það verður aðeins minna, við losnum í raun við alla þessi hérna logík úr þessu hérna middleware. Og þetta nota svona skemmtilegan API, sem við fáum bara svona hérna chainum þetta saman. Þannig að það verður í raun fljótlegt að skrifa upp alls konar validation. Og ef default geti. Sko við höfum bæði að setja inn eitthvað value, þú veist eins og hérna, setja inn eitthvað value og svo getur líka sett placeholder sem leysir þetta, það sem eitthvað, hei, þú getur setja inn netfang lítur yfirleitt eitthvað svona oli@example.org út. Þannig að þá ef ég fer svona, þá er það hérna svona placeholder og svo slæ ég eitthvað inn, þannig að það leysir þetta svona lítagögnin út, þú veist, kennitala getur verið 000, baðstrik 000 og núna get ég sér að senda þetta hérna, fjarlægum þetta required hérna, eitthvað svona, og þetta er í lagi. Og ef við tekum þetta aftur af hérna text svona og ég sendi eitthvað inn, núna er í raun var ekkert client validation en server validation kickaði inn og gaf mér þá þessi hérna gögn sem komu úr því hvernig ég skilgreinda hérna. Þannig að hérna kemur messageið sem er tengt við checkið á SSN gildinu að það matchi við þetta hérna regular expression. Og svo ef ég skrifa eitthvað inn þá get ég haldið líka inn í hérna gildinu út af því að ég set hérna
Í þessu hérna, þá er ég með þetta template, eitthvað svona template fall, að ég set inn name og ég sendi það áfram hérna. Þannig ég sendi inn gögnin mín, ég held því sem þú slóst inn, en ég birti líka villur þar sem kom upp. Og síðan að lokum, sanitation getum við notað með sama library og þá getum við hreinsað gögnin, við getum hreinsað þetta fjarlæga bil, staðla gögnin á einhvern máta. En svona aðal hreinsunin sem við viljum að fara fram er þessi XSS hreinsun sem er cross-site scripting sem við skoðum í næsta tíma. En hún er í raun ekki meðhöndlað á þessu, þar þurfum við að ná í N1 middleware til þess að hjálpa okkur, eða libraryið. En validator hefur þessi sanitation föll og þá lítur það svipað út. Við segjum eitthvað hérna, eitthvað name gildi, þá að trimma það, fjarlæga white space framan og aftan að því og escapea það, taka allt HTML entity og breyta þeim yfir í HTML entity. Svo er eitthvað fall sem heitir normalize email sem tekur svona eins og Gmail, þá getur við verið með punkta eða plusmerki, en það er hægt að normalisera þau yfir eftir ákveðnum reglum, framkvæma þær reglur. Og síðan hérna sanitize SSN, þannig að ég get leyft notendum að slá inn bandstrik, en ég vil samt alltaf geyma kennitöluna, reyndar mun þetta ekki virka rétt, þetta ekki að vera svona. En ég get hérna fjarlægt bandstrikið úr kennitölunni. Þetta er svona ef þið hafið slegið inn kreditkortanúmer, þið setið bil eða bandstrik og það segir nei, kreditkortanúmer verður bara að vera tölur. Þá er þetta því að einhver nefnt ekki að setja eitthvað svona upp. En við getum aldrei geymt kennitölur sem heiltölur út af því að 0712 sem byrjun á kennitölu minni er ekki sama á 112 sem að væri, eða 712 sem að væri ég myndi breyta sig og myndi droppa núlinu. Þannig að það er hérna í þessu og þá kemur það hérna bara á sama stað. Og svo getum við blandað þessu tvennu saman. Við getum bæði verið með sanitation og validation í sama. Þá bara myndi þetta vera þarna tveir hérna kóðabútar fyrir ofan og neðan hvern annan. Síðan seinasta er post redirect get sem er þetta sem við sáum nokkuð skipti hérna hjá mér áðan. Þegar erum að vinna með gögn og við erum að posta og við reynum að endurhlaða síðunni sem við postuðum á, þá fer vafrinn hún aftur að svona, hei, þú ert að reyna að endurhlaða einhverju sem þú postaðir. Viltu örugglega gera það? Því það gæti verið búið til nýja færslu ef þú gerir það. Og það getur verið svolítið hvimleitt, þegar þá lendum við eitthvað, úps, ég gerir bara back og þá fæ ég kannski aftur, hei, þú varst að posta þess að síðu, En þá er svona pattern sem er þetta, að við postum og síðan redirectum við og við redirectum á eitthvað sem við getum. Þá get ég endurhlaðið þeirri síðu svo ég vil. Og losna við þetta confirm resubmission. Confirm form resubmission. Og þetta getur svo bætt notandi upplifun og er alveg svona lítill hluti sem er voða næs. Og það er það svona, hérna er ég með eitthvað form og ég posta því hérna og segja mig ég myndi vinna með því hérna, vista eitthvað svona og segja síðan hei gögn, móttökin, takk. Og síðan er ég bara ánægð með það, ég er búinn að senda inn einhverja umsókn eða eitthvað og ég, þú veist, gerði ekki örugglega rétt, ég ætla að refresha og þá fæ ég þetta hérna og þá bara eitthvað, hvað er í gangi? Og ég segi continue og þú veist, þá býð ég til nýja umsókn eða eitthvað og þá, það er ekki næs upplifun. En í staðinn, þá getum við unnið með gögnin hérna, gert eitthvað, vistu eitthvað einhverjum. Þegar það er búið og við erum bara staðfest allt í lagi og svona, þá getum við redirectað yfir einhverja aðra síðu sem segir þá hérna, hei, takk, gögnmóttökin. Og þá losna ég við þetta. Þá get ég bara gert hérna, eitthvað, gögnmóttökin og nú get ég refreshað svo ég vil. Og þá ef við skoðum hvað er að gerast hérna, getum við farið inn í network og getum gert preserve log, ítt að senda, þá fyrir hérna post sem postaði á þessa síðu með gögnunum og síðan redirect sem að senda okkur áfram yfir á þessa thank you síðu. En skulum taka 10 mínútna pásu.